stendur undir. Ok. Já, þetta flækki sem þú að lesa. Ég ætla að benda nefndarmönnum á að slökkva á símum. Slökkva? Já. Bara slökkva alveg? Ja, truflar ef það er. Almennt er gert ráð fyrir að nefndarmenn hafi 2 mínútur til þess að koma spurningum á framfæri og ég geri síðan ráð fyrir að ráðherra muni svara jafnóðum, þannig að við munum ekki safna upp spurningum eins og stundum gerist. En í lok fundarins þá geri ég líka ráð fyrir að gefa hverju nefndarmanni kost á að tjá sig í 2 mínútur efni fundarins með nokkurs konar loka orðum. En ég geri ráð fyrir því að fundurinn muni standa í það bil 1,5 klukkustund. En þetta eru mörg mál sem liggja fyrir og þess vegna endurtekið það sem ég sagði að það er að gera að menn séu stuttorðir og gagnorðir. En að því sögðu þá held ég að það væri rétt að við biðjum gesti okkar velkomna. Gjör svo vel. Ég vil bjóða Björn Bjarnason dómsmálaráðherra velkomin á fundinn, en með honum eru þau Ragna Árnadóttir og Þorsteinn Geirsson úr dómsmálaráðuneytinu. Ég nefndi það við nefndarmenn hér áðan að við höfum takmarkaðan tíma, þannig að við þurfum að hafa ræðuhöld stutt og hnitmiðuð. Í upphafi fundar þá vildi ég gefa ráðherra kost á að fara yfir þingmálalistan í stuttu máli og við ætlum til þess svona það bil 10 mínútur. Að því búnum muni gefa nefndarmönnum kost á að spyrja og þeir hafa 2 mínútur til að spyrja og ég geri ráð fyrir að ráðherra svari þá jafnóðum eða beini þá spurningum til embættismanna ef ástæða er til. En ég held ef við myndum Björn byrja á listanum. Ég þakka fyrir að okkur er boðið að koma hingað að fá þetta tækifæri til að kynna frumvarpin. Þau voru að vísu listimannum lagður fram með stefnuræðu forsætisráðherra þannig að nefndarmenn hafa vafalaust kynnt sér hann. En það hefur bæst eitt mál á listan sem er númer 1 á þessum lista sem hefur verið lagður fyrir ykkur
Það er frumvarpið lag sérstakan saksóknara og við höfum einnig lagt það frumvarp hér fram og dreift í til nefndarmanna og það var gengið frá því núna í þingflokkum ríkisstjórnarinnar núna helgina þannig að það er nýtt mál og var ekki á listanum. Og þið þekkið frumvarpið lag breyting á almennum hegningarlögum, það er nú þegar komið til nefndarinnar aftur. Frumvarpið lag breyting á lögum með kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu líka hjá nefndinni. Og síðan eru þarna 2 frumvarp sem snerta framsalsmál, frumvarpið lag handtöku og afhendingu manna til Norðurlandana vegna refsiverðra verknaða, frumvarpið lag breyting á lögum framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum. Frumvarp til vopnalaga er líka mál sem er verið að vinna að og er núna til umsagnar hjá umsagnaraðilum. Nefnd hefur lokið störfum sínum við að fara yfir gildandi lög og lagt fram tillögur breytingar sem eru til umsagnar. Frumvarp til lag breyting á lögum happdrætti. Þar erum að ræða lagafrumvarp sem tekur mið af því að skerpa okkar forræði yfir okkar happdrættismálum og ég á von á því að sú nefnd skili niðurstöðum innan tíðar. Og frumvarp til lag breyting á lögum með þjóðskrá og almannaskráningu. Við erum að breyta skipulagi á þjóðskráni og gert ráð fyrir að þjóðskrá verði sjálfstæð ríkisstofnun. Og síðan er þarna frumvarp til laga vegna aðildar Íslands að viðaukum samning Sameinuðu þjóðanna varnir gegn pyntingum eða ómannúðlegri meðferð. Frumvarp til laga breyting á lögum útlendinga sem tekur mið af þróun Evrópuréttarins. Frumvarp til laga breyting á almennum hegningarlögum. Það er mál sem hefur verið til umræðu líka spurningin öryggisráðstafanir, spurningin að hvernig öryggisráðstafunum er háttað, spurningum svokölluð rafrænt eftirlit með mönnum og annað slíkt og síðan frumvarp til lögreglulaga. Ég hef nú kynnt það opinberlega, það eru hugmyndir sem eru uppi varðandi það og það er verið að vinna að smíði þess frumvarps, það er endurskoðun á lögreglulögunum. Þannig að þetta er nú listinn og kannski kemur ykkur ekkert óvart í honum í sjálfu sér miðað við þær umræður sem verið hafa. En ef ég hef eitthvað tíma þá myndi ég nú gjarnan vilja fara yfir þetta ákvæði í þessu frumvarpi til laga embætti sérstaks saksóknara sem hefur verið lagt fyrir nefndina og stafa nú að því sem hefur verið að gerast hér í fjármálalífinu. Og þar er lagt til að það verði sett á stofn embætti sérstaks saksóknara til að annast rannsókn á grun refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum við atburði þá er leitað til setningar lag heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði, þar að segja neyðarlagana svo nefndu. Og eftir atvikum er þessum manni líka falið að fylgja rannsóknin eftir með útgáfu ákæru og saksókn. Það er gert ráð fyrir að embætti verði starfrækt tímabundið og við niðurlagningu þess hver verkefni þess til annarra saksóknar og lögregluembætta í samræmi við almenn ákvæði lögreglulaga og laga meðferð opinberra mála. Og þessi rannsókn saksóknarans á að taka til efnahags, auðgunar og skattabróta, þar með talið brota sem rannsökuð eru á hálfu samkeppniseftirlitsins og fjármálaeftirlitsins og kærðir til lögreglu. Ekki er ætlunin að hrófla við núverandi verkaskiptingu milli lögreglu og ákæruvalds annars vegar og embættis og saksóknara ríkisins, fjármálaeftirlitsins og samkeppniseftirlitsins hins vegar. Gert er ráð fyrir að kærum og ábendingum vegna gruns refsiverða háttsemi sem fellur undir lögin skuli beint til embættisins frá og með stofnun þess en einnig að ríkissaksóknari geti á grundvelli heimilda sinni lögum meðferð opinberra mála falið hinn sérstakar saksóknara rannsókn eftir atvikum útgáfu ákæru og saksókn vegna sakarefna sem borist hafa öðrum embættum áður en hann tekur til starfa. Og síðan er í 4. grein frumvarpsins gert ráð fyrir að uppfylltum ströngum skilyrðum geti ríkissaksóknari samkvæmt tillögu sérstaks saksóknara fallið frá saksókn á hendur þeim sem hefur frumkvæði að því að láta lögreglu eða saksóknari í té upplýsingar eða gögn ef talið er líklegt að þessar upplýsingar eða gögn geti leitt til rannsóknar eða sönnunar og brotum sem falla undir rannsóknar og ákæruvald sérstaks saksóknara eða séu mikilvæg viðbót við fyrirliggjandi sönnunargögn. Þarna er nýmæli sem ekki hefur verið hér í sakamálalögum og menn hafa kennt við hér nota hugtaki litli landsímamaðurinn, á ensku nota hugtaki whistleblower
Það eru menn sem upplýsa og koma á framfæri til lögreglu eða ákæruvalds upplýsingum atvik sem þeir telja hugsanlega refsiverð og ætti að stuðla því að menn séu, ég má orða það svo, fúsar en ella til þess að upplýsa slík mál. Þannig að þetta mál er í meginatriðum tvíþætt, annars vegar þetta skipulag og þetta embætti og hins vegar þetta efnisatriði heimildir til þess að falla frá saksókn í sérstökum tilvikum. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þessi inngangsormi lengri en að sjálfsögðu fagna ég umræðum þetta mál og önnur og reiðubúin að svara spurningu nefndarmanna. Takk fyrir það. Ég vildi kannski byrja á því að fylgja þessu eftir varðandi saksóknaraembættið. Ef þú gætir, Björn, örlítið reifað, má segja, tilefni þess og nauðsyn að þínu mati að stofna þarna sérstakt embætti saksóknara. Já, það er nú ítarlega gerð grein fyrir því hér í inngangi og almennum athugasemdum við lagafrumvarpið og ég reifaði þessi sjónarmið í þinginu, reifaði hér í þingræðu og einnig orðið var við það að þetta nýtur stuðnings og ég er hér líka með bréf frá ríkissaksóknara Valtý Sigurðssyni þar sem að mælir eindregið með að þessi leið verði farin og ástæðurnar eru náttúrulega þetta óvenjulega ástand sem skapast hefur að þá verði menn að grípa til óvenjulegra ráða og halda þannig á málum að það sé yfir allan vafa hafið að það sé tekið á þeim á skipulagan hátt og það frumvarpið gengur út á það og einnig tel ég það að hafa sjálfstætt gildi við meðferð þessa máls að þetta sé flutt sem sérstakt frumvarp hér á þingi þannig að þingmönnum gefist færi á því að ræða málið og fagna því að ég fái tækifæri til þess að reifa það hér fyrst opinberlega á fundi allsherjarnefndar sem síðan mun að sjálfsögðu taka málið til meðferðar þegar það hefur verið flutt formlega á þinginu sem ég vona geti gerst á fimmtudaginn. Rökin fyrir þessu það eru pólitísk rök, það eru lögfræðileg rök og það að okkar mati sem þessi mál fjöllum nauðsynlegt að gera það með þessum sérstæða hætti vegna þess hver sérstætt málið er. Ég ætla að gefa Ágúst Ólafi tækifæri til að spyrja og síðan Sif. Já, bara kæra þakki fyrir að koma hingað og fróðlegt að fá þetta yfirlit. Bara ein spurning varðandi frumvarp til laga sérstaka saksóknara. Ég fagna sérstaklega þessu ákvæðum að það verði heimilt að falla frá saksókn þeirra sem koma með upplýsingar og þá sérstaklega við þessu máli sem núna í gangi að mínu mati. En kom það til skoðunar eða það til skoðunar hjá ráðuneytinu að setja almenna löggjöf vernd svokallar ljóstrara eða hvað maður að kalla þá? Þetta mál hefur nú verið til umræðu bæði hér á landi og annar staðar og má segja að fyrsta skrefið í þessa átt hafi verið stigið við breytingar á samkeppnislöggjöfinni og þar hafi verið ákveðin ísbrotin varðandi þetta. Hér á þingið samþykkti þetta ákvæði í samkeppnislöggjöfinni. Ráðuneytið var ekki með þetta og þetta var ekki inn í frumvarpi meðferð sakamála sem nefndin fjallaði nú allan síðastliðinn vetur. Ég veit ekki hvort það kom upp hér í nefndinni þegar menn fjölluðu það þá að hafa slíkt ákvæði að setja það inn í sakamálalöggjöfina. Ég var ekki var við það og það var ekki tillaga það við gerð þess frumvarps og það líka vert að vekja athygli á því eftir því sem ég veit best að þá ekki svona ákvæði neinstæðri í lögum á Norðurlöndum. Þannig að með þessu erum við ekki aðeins að stíga nýtt skref hér í sakamálalöggjöf á Íslandi, heldur erum við að fara inn á brautir sem ekki hafa verið tróðnar á Norðurlöndum. Og mér finnst alveg sjálfsagt að gera það í tilvikum sem þessum, í þessar óvenjulegu aðstæður, en að öðru leyti höfum við ekki lagt það til að það veri hluti af okkar almennu löggjöf. En mér finnst að fara svolítið eftir því hvernig viðbrögð eru hér í þinginu, meðal annars í þessari ágætu nefnd og annar staðar við þessu, en ég var við það að það engin ágreiningur virðist vera það að taka það upp í því tilveiki sem hér ræðir. Síðan það þá eins og við gerum hér ráð fyrir og menn lesa, þegar menn lesa greinargerðina og það sem við segjum frumvarpið, þá erum við að gera ráð fyrir því síðan að þetta fari undir hinna almennu sakamálalöggjöf, verði hlut af ákæruvaldinu eins og við sjáum það fyrir okkur samkvæmt nýju sakamálalögunum
og þá þetta efnisatriði náttúrulega líka getur það orðið hluta sakamálalöggjöfinni ef menn ákveða það, en það, við erum ekki að leggja það til, við erum að leggja það til þetta frumvarp hér núna, en ekkert því til fyrirstöðu okkar matið að fari síðan inn í sakamálalöggjöfinni. Sif næst og svo Jón. Já, takk. Ég býst nú við því að öll önnur mál falli nú í skuggan á þessu máli sem að vera að kynna hérna, það sem að vera að kynna sérstakann saksóknara, og það kemur fram í því greinagerðina að þetta mál er að reyna að tryggja virkni fjármálakerfisins og efla traust almennings á því, og það er að skoða bæði Landsbankann, Glitni og Kaupþing og útibú þeirra og hvort að það hefur verið færðar til eignir í aðdraganda bankahrunsins og svo framvegis. Og síðan segir hérna að það á að athuga hvort að þetta allt gefi tilefni til lögreglurannsóknar. Og mér langar að spyrja þrennt. Það er í fyrsta lagi að þá hefur forsætisráðherra allavega 3 svar, svo að ég hafi heyrt, dregið það fram á opinberum vettvangi að ef eitthvað glæpsamlegt hefur átt sér stað, að þá verði þeir sem að það hafa gert, þeir verða látnir svara til saka. Og í fyrsta skipti sem að þetta kom upp á opinberum blaðamannafundi að þá bætti forsætisráðherra því við að við hefðum, eins og var orðað nokkurn veginn, við hefðum skoðað þetta mál lauslega, en það væri ekkert sem benti til að neitt glæpsamlegt væri fyrir hendi. Og mér langar að því tilefni vegna þessa máls og vegna þess að þú ert yfirmaður lögreglunnar í landinu að spyrja hvers slags rannsókn var þetta sem að þarna var verið að vísa til hjá forsætisráðherra? Var það eitthvað sem að opinberar stofnanir tóku þátt í? Í öðru lagi langar mér líka að vita varðandi þessa rannsókn sem á að fara hér í gang, verði þetta að lögum, mun saksóknari geta farið það nauðjón í málin og notið það mikillar sérþekkingar að hann myndi átt að sjá því ef að gögnum hefur verið eytt hjá bönkunum. Og svo langar mér líka að spyrja í þriðja lagi að því að það var rannsaka hérna bankana. Fjármálaeftirliti fellur ekki undir dómsmálaráðuneytið. Ef að sambærileg rannsókn fari í gang á fjármálaeftirlitinu, sér ráðherra einhverja sérstaklega leið sem að var hægt að fara í því sambandi? Varðandi orð forsætisráðherra þá veit ég nú ekki nákvæmlega til hvers er vísað og hvað hann sagði nákvæmlega, þannig að ég get nú ekki farið onni í að skilgreina hvað í þeim fólst, en varðandi þær rannsóknir sem fram hafa farið, að þá er það svo að það hefur komið fram opinberlega að fjármálaeftirlitið hefur látið sérfræðinga á sínum vegum farið af stað með rannsóknir. Ég veit ekki hvers eðlis þær rannsóknir eru, ég hef sagt opinberlega og get ítrekkað það hér, ég tel að það er að gera það meira fyrir opnum tjöldum heldur en gert hefur verið og nauðsynlegt að menn viti þá nákvæmlega það hvaða rannsóknir þar er að ræða og hverju standa að þeim. Síðan sneri ríkissaksóknari sér til mín og taldi að það væri nauðsynlegt að kortleggja og gera ákveðna forathugun. Henni lauk og það er vísað til lykta hennar hér í þessu bréfi sem er fylgiskjal með þessu frumvarpi. Þetta eru þær 2 athuganir sem ég veit að hafa farið fram. Vafalaust hafa komið einhverjar kærur til lögreglunnar, bæði ríkislögreglustjóra og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Ég þekki það ekki, enda ekki eðlilegt að ég viti það, en það eru þá einhver mál sem ganga inn í þetta embætti sem við erum að tala um. Og menn hafa verið með sjónarmið upp það. Þannig að ég get ekki svarað þessu á annan veg en þennan. Það sem við erum að leggja hér til er eins og frumvarpið ber með sér að það verði haldið utan þetta alltaf af sérstöku embætti. Nú þekki ég ekki nægilega vel til rannsóknar aðferða en að það sé unnt að upplýsa það hvort að gögnum hafi verið eytt. Það að lögregla geti upplýst það eftir að henni berast vísbendingar að eitthvað afbrot hafi verið framinn, það verður að skoða hvert tilvik fyrir sig. Það er ekki hægt að gefa neina almenna pólitíska yfirlýsingu það. Það er að sjálfsögðum að geta velti fyrir sér hver og einn hvernig það lítur út, en að sjálfsögðu ef að lögregla tekur að sér að rannsaka mála þá reynur hún náttúrulega að finna alla og rekja alla þræði til enda eins og frekasti kostur, það segir sér sjálft. Varðandi fjármálaeftirlitið að þá hef ég nú litið þannig á og með mig ekki gleyma því og þingmenn síst af öllu að það hafi verið hér viðræður á milli leiðtoga stjórnmálaflokkana innan veggja Alþingis undir forseta Alþingis það að það þurfi á vegum þingsins að fara fram sérstök rannsókn
og hún eigi að taka til stjórnmálaþátta, stjórnsýsluþátta og annara þeirra þátta sem falla utan við rannsóknarsvið, fjármálaeftirlits og lögreglu. Og ég tel að fjármálaeftirlitið náttúrulega hluti af okkar stjórnsýslu og það hlýtur að verða dregin upp heildarmynda starfsemi þess þegar slík skýrsla gerð. En lögregla mun að sjálfsögðu ekki fara í að rannsaka einstakar ríkisstofnanir nema að það sé þá lögð fram einhverjar ábendingar það að þær hafi ekki farið að lögum og séu að brjóta hegningarlögin eða þau lög sem koma að verksviði lögreglunar. Jón, gerð svo vel. Ég vil þakka dómsmálaráðherra fyrir að koma hér og gefa okkur þá greinargóðu skýrslu sem hann hefur gert þau mál sem hann ætlar að hyggst flytja og það frumvarp sem hér hefur helst orðið til umræðum embætti sérstaks saksóknara. Ég hef verið talsmaður þess að það ætti að skipa sérstaka rannsóknarnefnd á grundvelli 39. greinar stjórnarskrárinnar til þess að þingið hefði forræði og hefði umsjón með því að það færi fram ítarleg hlutlæg rannsókn og öllum hlutum og þáttum sem að snertu þetta mikla bankahrun sem átti sér stað, þá sérstaklega með hvaða hætti stjórnmálamenn, stjórnarstofnanir framkvæmdarvaldsins og aðrir og bankamenn koma þessum málum og hvað olli þessu. Svo hitt atriði sem að varða þetta frumvarp sem að hæstvirtur dómsmálaráðherra hér að kynna embætti sérstakan saksóknara. Ég velti því fyrir mér, satt að segja, hvort að þetta hinn rétta leið. Hvort að það sé hinn rétta leið að án þess að ég sé að lýsa yfir andstöðu við þau frumvarpsdrög sem hér liggja fyrir, en þá velti því fyrir mér hvort það sé rétt leið að skipa sérstakan saksóknara í stað þess að styrkja og efla þann saksóknara sem á lögum samkvæmt, þeim lögum sem við afgreiddum síðastliðið vor, á að fara með máli eins og þessi. Og þarna bara spurningin hvað menn telja heppilegra og ég hefði talið heppilegt að það væri styrt og elt það embætti sem þar að ræða. Þar á að vera svo sérfræðið þekking til staðar til þess að rannsaka þessi mál sem ídaglegast og með hlutlægum hætti. Og þannig að mér finnst það vera fyrst og fremst spurningum valkosti, þar að segja annars vegar að styrkja það embætti sem þegar fyrir hendi til að rannsaka þennan brotaflokk eða það að fara að setja sérstakan saksóknara til þess að rannsaka þetta ákveðna tilvik. Ég hefði talið svona við fyrstu sín heppilegra að það væri elt embætti þess saksóknara sem á að fara með þennan brotaflokk. Já, ég alveg sammála þingmanninu með það að þetta mikið áleita efni og að sjálfsögðu var farið yfir öll sjónarmið varðandi þennan þátt áður en þessar ákvarðanir voru teknar af okkar hálfu að leggja þetta til. Okkar niðurstaða var hins vegar svo að þetta væri mjög, hvað ég voru að segja, opin leið. Það væri málið rætt og þess vegna segi ég fagnaði sérstaklega að fá tækifæri til að koma hér á þessu frumstigi málsins innan þingsins til að gera grein fyrir málinu. Því ég tel að þetta mál sé þess eðlis að það er að ræða alla þætti þess á opinberum vettvangi. Þetta var okkar niðurstaða og ríkissaksóknari sem jú yfirmaður alls ákæruvaldsins, að hann segir hér í þessu bréfi sem liggur hér með frumvarpinu að hann mæli með þessari leið. Þannig að við erum ekki að gera þetta í andstöðu við neina sem að þessum málum koma. Þvert á móti var það samdóma álit allra okkar sem með þessu mál fara að það væri hreinast og beinast að gera þetta með þessum hætti. En að sjálfsögðu það rétt sem hv. Þingmaður segir að það hefði mátt fara aðra leið og við gerum ráð fyrir því að þetta embætti fari síðan undir hinn almenna ramma ákæruvaldsins þegar ákveðin tími liðin eða ákveðnum verkefnum lokið. Þannig að ég sé ekki að þetta sé á nokkurn nátt andstætt hans sjónarmiðum og markmiðið það sama. Við förum þessa leið og mér heyrist þingmaður vilja hafa kannski hugsanlega vilja fara ykkur aðra leið. Ég held því allavega opnum. Jú, það er að halda öllu opnum en verða að taka ákvarðanir hins vegar. Þá gef ég Kolbrúnu orðið. Takk formaður. Já, mér langar til að spyrja út í það hvernig þetta frumvarp vinnur saman með öðrum þáttum þessa máls. Nú komu fréttir af því í gær að formenn allra stjórnmálaflokka væru undir, með atbeina forseta Alþingis
að vinna að frumvarpi sem að mér finnst eins og lúti að skyldum málum, þar að segja það hvernig við eigum að vinna okkur út úr þessum erfiðleikum og hvernig rannsóknir á þessum meintu eða mögulegum brotum og refsiverðu athæfi sé í þessum málum. Það er að segja hvernig vinnur saman þetta frumvarp og það sem er verið að vinna á vettvangi Alþingis. Ég vísa líka í það sem að segir í þinni yfirlýsingu eða bréfi sem þú last á Alþingi 15. október þar sem að þú talaðir að við setningu laga þetta efni þá sé eðlilegt að velta því fyrir sér hvort samhliða því sem þessi nýskipun að lögfest verði þá einnig að koma á laggirnar samráðs- og eftirlitsnefnd með fulltrúum allra þingflokka sem hitti forstöðumannsins nýja embættis reglulega og geti í þeim trúnaði sem ber að virða fylgst með framvindu mála. Þannig mig langar aðeins til að fá þig til að segja okkur frá þessum þætti málsins og sömuleiðis umfang þessara rannsóknar. Nú kemur fram í bréfi ríkissaksóknara að hann telji mjög mikilvægt og nauðsynlegt að það komi erlendir aðilar að þessari rannsókn. Við erum að tala eða í umsögn fjárlagaskrifstofu kemur fram að það séu kannski í hæsta lagi 9 starfsmenn sem að myndu vinna með þessum sérstaka ríkissaksóknara en enga síður þá er alveg nauðsynlegt það ekki að mati ykkar í dómsmálaráðuneytinu og þín dómsmálaráðherra að það sé leitað út fyrir landsteinana að fyrirtækjum sem að geta talist fullkomlega óháð sem gætu þó orðið þessum sérstaka ríkissaksóknara til aðstoðar og halds og trausts. Varðandi fyrir þáttinum tengsl þingsins að þá, eins og ég sagði og réttilega til vitnað af þingmanninum, að þá vorum við mjög upptekin af því að það yrðu tengsl á milli rannsóknar á vegum þingsins og þess sem við erum að leggja til hér. Við viljum alls ekki að það séu neins skil þar á milli í sjálfu sér að það sé upplýsingarstreymi sé skýrt á milli. En hins vegar er verkefnin náttúrulega ólíkt og heimildirnar ólíkar og rannsóknarnefnd þings getur aldrei fengið sömu heimildir og saksóknari hefur og lögregla, það býst enginn við því. En þegar eins og kemur fram líka hér í almennu greinagerðinni, vitnaði í ræðu forsætisráðherra og síðan þær vangaveltur sem hafa verið, að þá komist að þeirri niðurstöðu að það væri ekki skynsamlegt að hafa ákvæðum þetta í þessu frumvarpi, heldur að við byggjumst við því að það kæmi einhver ábendingu þetta í því frumvarpi sem forystumenn þingsins hafa verið að semja undir forystu forseta þingsins. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að þarna verði eitthvað samstilling og það verði eitthvað upplýsingarstreymi og það ber ekki að skilja þetta frumvarp á neinn hátt sem vilja okkar til þess að skilja þarna eitthvað að. En við bara lítum þannig á að þetta hefði eðli sínu kannski verið að farið út of víðan völl í okkar afskiptum á málunum með því að fara að leggja eitthvað til eins og ég orðaði í minni ræðu sem hins vegar markmið okkar líka að tengslin verði sem nánust. Þannig að það var nú niðurstaðan að þessu því að það er náttúrulega búið að ræða þetta við hérna hæfustu menn og fara yfir þetta. Varðandi erlendu sérfræðingarna þá eins og háttvirtur þingmaður nefndi að þá er í grein fyrir lágmarkskostnaði sem við sjáum í umsögn fjármálaráðuneytisins. En það er líka fyrirvari sem segir bent er á að í þessari áætlun er ekki reiknað með aðkeyptri sérfræðivinnu vegna rannsóknarinnar til að mynda vinnu erlendra sérfræðinga sem kann að falla til hjá nýja embættinu og öðrum eftirlits- og rannsóknaraðilum þar sem fjöld og umfang rannsóknar liggur ekki fyrir. Þannig að það er ekki tekin afstæða til þessa kostnaðarþáttar í umsókninni, enda er það svo að venjan er þegar menn eru í rannsóknum á þessu tagi og kalla til sérfræðinga þá er sá kostnaður reiknaður kannski á annan hátt heldur en við getum gert í mati sem þessu, kostnaðarmati sem þessu. Ég vek líka athygli á því sem ríkissaksóknari segir hér í bréfi ef ég má með leyfi formans. Leitað hefur verið til ríkissaksóknara á Norðurlöndunum með reynslu þeirra á þessu sviði og vitneskju varðandi erlenda aðila forensic auditors til að sinna slíku verki. Þá hefur verið rætt við bæði innlenda og erlenda sérfræðingum verkið. Þau viðtöl hafa samfært mig, segir ríkissaksóknari, enn frekar nauðsyn slíkrar aðstoðar. Hins vegar hafa þau einnig leitt í ljós annmarka á því að ráðast í slíkt gríðarlegt verk án þess að hafa áður afmarkað umfang og eðli rannsóknarinnar. Aðeins í unnt að leita tilboð í verki þegar það liggur fyrir, það mál er í vinnslu sem stendur.
Þegar það liggur fyrir þarf að afla fjárheimildir til að leita tilboð eftir athugun til að ganga til samninga við slíka aðila. Þetta segir ríkissaksóknari og þarna kemur fram að hann segist vera að athuga þetta og ég veit að menn eru að velta þessu mjög fyrir sér. Þannig að þarna eru kostnaðarþættir eins og ég hef sagt opinberlega sem velta ekki á tugum heldur frekar kannski á 100 milljóna ef að getur verið. En verða að búa sig undir það líka þegar verður að setja fram óskir erlenda aðild að þá getur það kosta stór fé. Ég ætla að gefa Ólöfu kost á að spyrja næst. Já, þakka fyrir. Þakka ráðherra fyrir þessa kynningu. Heldur sem mjög gagnlegt að heimsóknin skuli vera núna, þannig að við í nefndinni höfum þá fengið smá viðræði við ráðherra fyrir 50 daginn þegar vonir til þess að þetta mál veri rætt á þinginu. Mér langaði eins að spyrja að því sem að dómsmálaráðherra kom að í upphafi tengsl saksóknarans við fjármálaeftirlitið og samkeppniseftirlitið eftir atvikum og þær þá rannsóknarskyldu sem til dæmis núna er á fjármálaeftirlitinu og er ekki haggað í þessu frumvarpi að mér skilst. Það langar mér bara aðeins að biðja að skýra hvort að menn hafi velt fyrir sig hvernig aðkoma þessa sérstakka saksóknara verði að þeim málum sem hugsanlega kom upp við rannsókn fjármálaeftirlitsins eða athugun þess á þessu bankahruni og þeim atburðum sem að leiddu til þess. Hvort að þessi hugsunin að saksóknari komi einhvern veginn með beinum tengslum að starfsemi fjármálaeftirlitsins og þessu hætti eða hvenar þessi sérstakki saksóknari kæmi að slíkum málum ef að ráðherrann getur kannski aðeins skýrt það nánar. Já, það segir hér í almennum athugasemdum við frumvarpið á blaðsíðu 4 hlutverk og valdheimildir hins sérstaka saksóknara er fjallað í athugasemdum við einstaka greinar en í því sambandi skal undirstrikað að embættið er viðbót við stofnanir ákæruvaldsins og mun því ekki hrófla við verkaskiptingu milli ákæruvalds og lögreglu annars vegar og annarra eftirlitsstofnana hins vegar svo sem fjármálaeftirlits og skattrannsóknarstjóra ríkisins. Þá er hlutverkin sérstaka saksóknara gagnvart ríkissaksóknara skýrt, sá fyrrnefndi hefur stöðu og heimildir lögreglustjóra og ákæruvald sem lögreglustjóri eins og gert er ráð fyrir í 2. grein frumvarpsins og eftir gildistöku laga um meðferð sakamála verður hann hliðsettur héraðssaksóknara. Þannig að þarna er þetta áréttað alveg skýrt að þetta er viðbót við ákæruvaldi, við erum ekki að búa til neitt grátt svæði og ég held að það sé mjög óheppilegt í málum sem þessum að vera að búa til eitthvað grátt svæði. En hins vegar geta náttúrulega komið upp álitaefni í þessu því annars vegar er verið að fjalla stjórnsýslumál sem fjármálaeftirlit og samkeppniseftirlit og skattrannsóknarstjóri eru með. Þeir hafa stjórnsýsluvald til þess að ákveða mönnum stjórnsýslurefsingu og hins vegar þetta refsivald sem er í höndum, eða ákæruvald sem er í höndum saksóknaras. Og þarna geta verið ákveðin skil á milli sem eru flókin og það var nú sérstakur nefnd sem starfaði á vegum ríkisstjórnarinnar undir formennsku Páls Hreinssonar sem fjallaði þessi skil á milli þessara stofnana. Og það liggur fyrir álit nefndarinnar sem háttvirt allsherjarnefnd getur að sjálfsögðu kynnt sér og verður kannski æskilegt ef menn er að velta þessum fyrir sér, þessum verkskilum á milli þessara rannsóknaraðila. En það sem ég hef aðalega sagt varðandi þetta og mér finnst ástæða til að ítreka hér og sagði hér áðan, ég tel að það eigi að vera jafn opinn aðgangur almennings að upplýsingum það sem er að gerast á vettvangi fjármálaeftirlits og skattrannsókna eins og er varðandi ákæruvaldið. Allt það sem ákæruvaldið snertir kemur fyrr eða síðar fyrir sjónir almennings. Að sjálfsögðu er verið að rannsaka mál og tala við menn og yfirheyra menn en menn vita hvenær ákæruvaldið fer á stað almennt eins og við vitum og síðan er það rekið fyrir dómstólum og við þekkjum það náttúrulega úr sögum mála hér að það geta verið langvinnar þrætur það hvort að rétt hafi verið staðið að málum og svo framvegis. En þegar farið inn í stjórnsýsluna og stjórnsýslu ákvarðanir eru teknar varðandi svona mál að þá er svona meiri leynd yfir því. Það er lögum samkvæmt og ef að þingmenn hafa áhuga á að velta því fyrir sér og þá finnst mér það alveg sjálfsagt álitaefni hvað á gegnsæið að vera mikið því að ég tel að í ástandi eins og þessu sé opnari stjórnsýsla betri heldur en lokuð. Það sé betra að miðla meira af upplýsingum heldur en minna og hugtök eins og bankaleynd hafi það tilhneigingu til þess að vera
jáfnvel misnotuð í ástandi eins og því sem nú ríkir. Karl, þú ert næstur. Ég þakka fyrir og ánægilegt að sjá hér dóms- og kirkjumálaráðherra og hans fólk hér. Séra Karl, þakka þér fyrir. Já, það náttúrulega hefur verið sagt að það búi mikil þekking í bönkunum og ég hugsa að það séu nú margir sem eru í þeirri stöðu sem hafa verið starfandi í bönkunum, starfaðar jafnvel ennþá, sem langar til að koma á framfæri einhverjum upplýsingum sem að þeim kannski þykja jafnvel saknæmar eða sem að refsivert eitthvað sem þeim finnst. Og þá þarf náttúrulega fólk að hafa tækifæri til þess að geta komið slíkum ábendingum á framfæri og þá er kjörið að fólk viti hvert eigi að snúa sér og að því leitinu tel ég jákvætt að þetta skulle vera sérstakt saksóknara embætti þar sem fólk veit að það getur snúið sér til þessa aðila og líka að það njóti þá einhverja verndar í þessu. Það hefur verið sérstakur sími held ég hjá lögreglunni þar sem að menn geta hringt og látið í tíu upplýsingar í sambandi við fíkniefnamál og fíkniefnabrot og ég get alveg séð fyrir mér að menn gætu komið upplýsingum með svipuðum hætti til eða ábendingum til slíks saksóknara og þess vegna held ég að það sé ágætt að þetta sérstaka embætti hafi sitt lögheimili ef svo má orðið komast. En það sem er náttúrulega mikilvægast er að sannleikurinn í málinu öllu komi í ljós og þess vegna tekið undir orð ráðherrans að það náttúrulega er mikilvægt að það verði ekki bara þetta saksóknara embætti sérstaka, heldur líka verði máli rannsakað eins og hefur komið fram í þinginu og víðar að sem sagt bara allur vettvangurinn, hvað gerðist, af hverju fór þetta svona og hvað er hvaða lærdóm drögum við að því og hvernig bregðust við svo við í framhaldinu. En þetta var það sem ég vildi nefna en aðeins í sambandi við þetta, það hefur ekki verið komið inn í rættum það að í staðinn fyrir 4. greinuna myndi vera hnykkt á einhverjum ákvæðunum refsilækkun að sem að maður sem er augljóslega sekur og kemur með upplýsingar hvort að í staðinn fyrir hann verði bara sýkt saka að það hefði þá verið tekið fram að það hefði myndi verið að tekið tillit til þess við uppkvæðningu dóms. Ég held að þetta sé látið þetta duga. Takk. Þakka fyrir. Ég vil nú láta þess getið áður en ég ræði efnisatriði málsins að því að hv. þingmaður er nú prestur að ég lét þess ekki getið í inngangi mínum að á vegum kirkjuþings hefur verið unnið að sérstöku frumvarpi þjóðkirkjuna og heildarlöggjöf þjóðkirkjuna sem er nauðsynleg endurskoðun á þjóðkirkjulögunum í ljósi breyttara stöðu þjóðkirkjunar og það kann svo að fara ef að kirkjuþing ætlar að koma saman til aukafundar 28. nóvember til að fara yfir frumvarpið eins og það var afgreitt frá kirkjuþingi núna á dögunum. Það kann svo að fara ef að kirkjuþing afgreiði málið að ég leggi það hér fram á þingi líka skömmu eftir að kirkjuþing hefur afgreitt það þannig að það komi hér fram við nefndina. Það var ekki á þeim lista sem við erum með að því að þetta er nú bara að gerast alveg þessa dagana. Varðandi það hvað segir í 4. greininni hvernig eigi að taka á málum þeirra sem koma upplýsingum á framfæri að þá er það sjálfsögðu matsatriði hvað menn vilja orða það og hvernig menn vilja orða það en það segir hér, ef ég má bara lesa það eins og það er ríkissaksóknari heimilt að ákveða uppfylltum skilyrðum annarra málsgreinar og fenginu rökstuddir í tillögu frá hinum sérstaka saksóknara að starfsmaður eða stjórnarmaður fyrirtæki sem hefur frumkvæði að því að bjóða eða láta lögreglu eða saksóknar í tíu upplýsingar eða gögn sem tengjast fyrirtækinu, móður eða dóttur fyrirtæki þess eða fyrirtækjum sem það er í viðskiptum við eða stjórnendum þeirra sæti ekki ákæru þótt upplýsingarnar eða gögnin leiði líkur að broti hans sjálfs.
þetta er matsatrið og þetta er það sem til saksóknarans heyrist og síðan er það náttúrulega líka sjálfsagt að hafa það í huga að starfsemi embættisins skyldi að öðru leyti ákvæði lögreglulag á laga um meðferð opinberra mála en eftir brottfall þeirra ákvæða laga um meðferð sakamála því leyti sem lög þessi kveða ekki á annað og þar geta verið heimildi til þess að kannski að lækka refsingu og annað slíkt en hér er verið að fjalla það að menn geti eftir atvikum ákveðið að menn sæti ekki ákæru. Þannig að þarna eru ákveðin stigsmunur sem menn þurfa að hafa í huga þegar þetta er rætt og ég hef ekki að háttvirt allsherjarnefnd mun kalla eftir sérfræðingum hingað til þess að ræða þetta atriði sérstaklega og heyra sjónarmið þeirra sem þessi mál fjalla. Mér finnst það alveg sjálfsagt og eðlilegt að menn geri það. Ég ætla þá að gefa Sigurði Kára og síðan Sigvald aftur orðið. Fyrst Sigurður Kári. Ég vil nú eins og aðrir nota tækifærið og þakka dómsmálaráðherra kærlega fyrir þessa yfirferð og sérstaklega yfir frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara sem við höfum svona aðalega verið að ræða hér. Það er að mörgu leyti að mínum mati mjög merkilegt og sérstaklega þessi ákvæði um uppljóstrarana í 4. grein frumvarpsins og upplýsingar um það að Ísland sé núna í brautryðjanda hlutverki að minnsta kosti meðal Norðurlandana við setningu lagaákvæða um uppljóstrara. Mér fannst nú líka athyglisvert það sem kom fram hjá dómsmálaráðherra og hlýtur að koma hér til umfjöllunar í þinginu þar að segja sjónarmið það að málefni sem eru til rannsóknar í stjórnsýslunni megi ekki vera sko, í meiri lindarhjúp heldur en mál sem eru til rannsóknar hjá ákæruvaldi lögreglu og síðar hjá dómstólunum. Man hljóta velta því fyrir sér í framtíðinni hvort að það sé ekki ástæða til þess að gengi sér lengra í löggjöf til þess að skylda fjármálaeftirlit og samkeppniseftirlit til þess að birta meira af þeim ákvörðunum sem að þær hafa með höndum í því skyni þá væntanlega að varnaðar áhrif þeirra ákvarðana séu meiri en nú er. Þetta eru atriði sem við hljótum að taka til skoðunar hérna í þinginu í framhaldi af þeim atburðum sem hafa átt sér stað. En mér langar til þess að spyrja dómsmálaráðherra út í mál sem við höfum ekki rætt hér og það er mál númer 11 á listanum sem er frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum. Þar er gert ráð fyrir í því frumvarpi að gerðar verði breytingar á lögunum varðandi öryggisráðstafanir og þá sérstaklega fjallað rafrænt eftirlit sem öryggisráðstöfun. Ég myndi gjarnan vilja fá að heyra hvaða hugmyndir menn hafa í þeim efnum, ekki síst vegna þeirrar umræðu sem uppi hefur verið hér í nefndinni á síðustu árum og hugmyndir það hvort að ástæða sé til þess að bæta við gæsluvarðhalds og farbannsúrræði handa yfirvöldum til þess að heimila rafrænt eftirlit með mönnum sem að sæta rannsókn þar sem að menn telja að gæsluvarðhaldsúrræði sé gangi hugsanlega of langt en að farbannsúrræðið tryggi ekki nægilega þá hagsmuni sem að ástæði er til þess að vernda. Ég er að velta fyrir mér vegna samfellunar í fundinum að við kannski reynum að klára spurningar sem varða frumvarpið sérstakan saksóknara og myndu þá kalla eftir svari frá ráðherra við þessari spurningu og eftir. En Ellert var búinn að biðja orðið, var það saksóknara? Ég get stytt málið með því að bara koma með eina konkrétt eða tvær spurningar. Já. Til að bara almennt að segja að ég fagna því að þetta er mjög mikilvægt að fá þetta frumvarp svona hratt og fljótt og þó að það þurfa að skoðast betur yfir þá í framhaldinu þá er efnislega þetta allt saman í rétta átt. Það sem ég ætlaði kannski að spurja svona konkrétt eins og sagt það í 1. grein segir sett skal á stofn embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka grun refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum við þá atburði er leiddu til setningar laga heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði og framvegis. Það er að segja tilgangur þessa frumvarps er að rannsaka þá hluti
sem áttu sér stað fram að setningu neyðarlagana. En hvað þá með það sem að hugsanlega kann að hafa gerst í framhaldi af þeim? Það er að segja, ég ætlu því skilnaðarnefndunum og því róti sem varð á bönkunum á því tímabili. Þetta sem sagt svona til þess aðeins að fá upplýsingar hvernig þetta hugsað. Og svo var bara þetta hitt sko að skipa sérstakann saksóknara. Það var nú gerð tilraun til þess að setja 2 menn í rannsókn, það er að segja að sjá rannsóknina. Þeir sögðu sig báðir frá því vegna vanhæfni, að þeir eigin mati. Og sko er ekki vandfundin svo einstaklingur á Íslandi sem myndi teljast hæfur til þess að taka að sér þetta embætti í ljósi þessara, hvað þetta er víðtækt og viðkvæmt og þetta er lítið þjóðfélag. Varðandi síðari athugasemdina þá er það nú ekki rétt að Bogi Nílsson og Valtýr Sigurðsson hafi sagt sér frá þessu starfi vegna þess að þeir teldu sig vanhæfa. Ég er nú ekki með bréf Boga hér, hann vísar þar til þess að hann hafi sætt gagnrýni almennings og þess vegna sjá hann ekki ástæðu til að halda þessu áfram. Það kemur ekkert fram í bréfi ríkissaksóknara að hann telli sig vanhæfan í þessu mál. Hann þvert á móti er hann að velta fyrir sig hvað hann eigi að gera frekar og leggur til að það verði skipaður sérstakur saksóknari, en það er ekki byggt á því að hann telli sig vanhæfan, en ef hann væri vanhæfur og þá væri það sérstakt athugunarefni fyrir okkur þá að hafa skipað eitthvað annan, en hann telur það svo sé ekki. Auðvitað verður mjög vandasamt að finna mann í þetta og kannski vandasamt að finna mann sem vill taka það að sér. Því að það er kannski ekki neitt eftirsóknarvert fyrir nokkurn mann að taka svona starf að sér miðað við það hvernig menn er talað þegar þeir taka að sér ábyrgðarstörf á þessu sviði. Þannig að það er úr báðum áttum sem þetta verður vandasamt að finna mann í þetta starf held ég. Það stendur þarna í 1. grein frumvarpsins refsiverða háttsemi í aðdraganda og síðan koma orðin og í tengslum við. Þannig að það er náttúrulega alveg ljóst að þetta nær bæðum aðdragandan og allt það sem tengist þessum. Er leiddu til setningar neyðarlagana? Það er tímapunkt. Við þá atburði. Já, sem leiddu til setningar lagana. Já, við atburðina. Já, þannig að þá er spurningi hvað. Það næri yfir allt dæmið. Eftir setningu lagana líka allt saman. Það er engin spurningu það. Næri yfir allt. Þannig að ég held að það sé nú ef afbrot eru framinn eftir að neyðarlögin eru sett nú þá er það ekkert sem hindrar þennan saksóknari í að taka þau mál fyrir líka. Það verður engin skil í málafærslu eftir í hvort þeir gerast fyrir 7. október eða eftir og það er alveg klárt að það er ekki svo að það sé ekki hægt að taka allt sem tengist þessum atburðum fyrir og eftir 7. október til athugunar. Ég ætla að ítreka það að við klárum núna spurningarna sem varða þetta. Við skulum fara að stytta mál okkar enn frekar sem varða út af þessu. Gerðu svo vel. Já, ég er á svipum slóðum og ellert. Ég er að velta fyrir mér þessu nýja embætti saksóknara og ég sé að hérna í athugasemdum frumvarpinu þá er sérstaklega komið á framfæri kafla úr ræðu ráðherra frá því 17. október núna síðastliðinn. Og þar segir að það skipti öllu að lög og reglur séu hafðar sem leiðarljós þegar hafist er handa við að vinna sig út úr rústunum. Og til réttarvörslu kerfisins er ætíð gerða miklar kröfur en aldrei meir en þegar vegið er að innviðum þjóðfélaga eins og hér hefur gerst. Nokkurt árabil hefur markvisst verið reynt að grafa undan trausti í garð þeirra sem unnið hafa ötula rannsókn og ákæra vegna efnahagsbrota. Til þessarar hörðu atlögu var stofnað vegna rannsókn og ákæru gegn einu af viðskiptaveldum landsins sem berst nú fyrir lífi sínu. Ákæruvald og lögregla hafa sjálfsögðu staðið þess að hrinu af sér. Þetta kemur fram inn í athugasemdunum og það er alveg greinlegt að menn eru í ákveðnum stellingum með því að setja þetta hérna inn. Forsætisráðherra hefur dregið mjög sterkt fram í þinginu varðandi rannsókn þingsins að það verði að fá einstaklinga í það verk sem að allir geti treyst. Og það er svona krafa í þessu ástandi sem við upplifum núna að núna þurfum við virkilega að finna fólk sem allir geti treyst til verka. Og þess vegna langar maður að spyrja vegna annarra greinarinnar
að þar stendur dómsmálaráðherra skipar sérstakan saksóknara samkvæmt 1. grein og skal hann fullnægja skilyrðum til skipunar í embætti héraðsdómara. Og mér langar í ljósi þess að ég held að flesti vilji skapa gott traust á nýju embætti verði til þess stofnað. Þá er komið að spyrja dómsmálaráðherra hvort að það komið til greina hans hálfu að vera með einhvers konar samráð við formenn allra stjórnmálaflokka þegar skipað í embætti nýs saksóknara sem á að gegna svona veigamiklu hlutverki og rannsaka svona viðkvæmt mál sem hefur geysilega marga erfiða fleti innifalda í sér. Kemur það til greina af hálfu dómsmálaráðherra? Í þessu máli kemur allt til greina. Það þarf fyrst að samþykkja þetta frumvarp og það þarf að ljúka meðferð þessi þinginu. Henn er ekki lokið. Þetta er fyrsta opinbera umræðan málið. Málið fer síðan hér í gegnum þingið og getur tekið breytingu, ég veit ekki það. Það fer eftir í hvernig þingmenn taka á því. En við framkvæmd þessa máli eins og ég hef lagt það upp er það fyrsta og síðasta markmið mitt að þetta sé gert með eins opnum og skýrum hætti eins og kostur er. Og ef að það felst í því að ræða við einhverja fulltrúa stjórnarandstöðunar þá er það mál sem ég tek til að sjálfsögðu koma til greina. Jón og síðan Kolbrún, var það út af þessu? Gersvel, Jón. Það fyrir hérna í fyrsta lagi varðandi það sem að kemur fram í annari málsgrein 1. greinar. Það sem fjallað það að rannsóknir og ákæruheimildir embættisins taka meðal annars til efnahags, auðgunar og skattabróta og það er vísa til þess að þessir ákveðnu málaflokkar en þetta meðal annars náttúrulega býður upp á það að það séu fleiri atriði undir. Nú kynnu að vera atriði sem að snertu til dæmis brot í opinberu starfi, stjórnsýslu, þannig að ég vil spyrja því hvort að þarna sé miðað við að rannsóknins sérstaka saksóknara beinist þá líka að stjórnvöldum og með hvaða hægt og hvernig þau komu fram og ákveðnir einstaklingar sem hafa handhöfn framkvæmdarvaldsins fóru með sitt vald og ákvarðanir semst á grundvelli hugsanlegra brota á stjórnsýslulögum sem og þeim atriðum sem rakin eru sérstaklega í annarri málsgrein 1. greinar frumvarpsins og síðan hvað sér hæstvirtur dómsmálaráðherra fyrir sér að hvaða takmarkanir hann fyrir sér varðandi þau atriði og refsilega brot sem að þarna kemur til að sérstakur saksóknari ætti að rannsaka gæti komið til dæmis að hann gæti farið að fjalla ég skulum segja brot eins og gegn lögum ærumeiðingar. Háttvirtur þingmaður er nú hæstaréttarlögmaður og veit það að fyrir ráðherra að túlka hvað felst í frumvarpi sem hann leggur fram er mjög tvíbent og bæði get ég með túlkun minni útilokað eitthvað og líka sagt meira heldur en kannski ber að lesa í texta frumvarpsins. Þannig að ég kýs það í þessu máli að vísa bara til orðana hljóðan í frumvarpinu og benda háttvirtur þingmanni að hann getur túlkað eins vel og ég sem lögfræðingur. Og það getur verið að þetta verið deilt. En hins vegar er það svo innan stjórnsýslunar og í okkar stjórnarhættir gera ráð fyrir því að varðandi stjórnsýslubrot, það er hægt að fara í mál út af þeim, en yfirleitt er nú ekki litið þannig á að það sé ákæruvaldið, það sé þá frekar farið með það til umboðsmanns Alþingis, það sé aðrir kanalar til þess að taka á stjórnsýslumálum heldur en ákæruvaldið. En ef það er þannig að ákæruvaldið telur að það sé eitthvað sem varðar refsilögin, þótt að sé á sviði stjórnsýslunar, þá er náttúrulega eðlilegt að til þess sé tekið af saksóknaranum. En það er ekki hróflað við í þessu frumvarpi, er ekki verið að hrófla við ákæruvaldi ríkissaksóknara almennt. En ég ætla ekki að fara, þetta er dæmigert álitaefni sem menn geta síðan deilt fyrir dómstólum og annar staðar, en við teljum að það sé betra í þessu að hafa orðalagið svona opið og almennt heldur en að þrengja það of í lagatekstan. Ég má aðeins fylgja eftir spurningunni, þannig að ég skil það þannig að rannsókn þessa sérstaka saksóknara geti meðal annars beinst að handhöfum framkvæmdarvaldsins. Já, það er ekki, ef það ætti að stoppa það, þá finnst mér að það ætti að taka það sérstaklega fram í lögunum, að honum væri meinað að rannsaka einhverja sérstaklega menn, ekki trúi að þingmaðurinn vilji það.
Ég vil það alls ekki. Þess vegna spurði ég. Kolbrún þá næst. Ég var í raun og veru með sömu spurningu og Sif varðandi aðra greinina og skipan þessa sérstaka saksóknara. Þannig að ráðherrann hefur sjálf sér svarað því að hann sé opinn fyrir því, ég minnst kannski rétt að undirstrika það bara hér við borð nefndarinnar að nefndin hefur auðvitað í hendi sér frumvarpið þegar það verður komið til nefndarinnar og mér finnst mjög mikilvægt að nefndin skoði það með hvaða hætti þessi skipun fer fram og hvort að Alþingi ætla sér að treysta hæstv. Dómsmálaráðherra einum fyrir þeirri skipan eða hvort að við getum fundið einhverja leið til þess að það verði algerlega yfir allan vafa hafið að sá sem að velst til þessa starfs njóti fyllsta trausts og þá þurfa hæfisskilyrðin kannski líka að koma til skoðunar hvort það sé endilega nauðsynlegt og eigi að binda það í lög að viðkomandi eigi að hafa hæfisskilyrði hæstaréttardómara, héraðsdómara segi ég. Því það verður auðvitað afskaplega vandasamt að finna þennan einstakling en hins vegar hafi ég líka spurningu til ráðherrans varðandi það sem kemur fram í bréfi hans sem hann las, ég nefndi áðan þannig 15. október þar sem hann segir að hann hafi ráðherrann segir sem sagt að hann styðji þá ákvörðun ríkissaksóknara að leita liðsins frá embætti skattrannsóknarstjóra, fjármálaeftirliti og ríkisendurskoðun. Nú höfum við Vinstri græn haft uppi það meiningar og ritað það bréf að ríkisendurskoðun verði auðvitað að vera við þetta borð og vera þarna afar virk. Þannig mér langar að vita hvort að þessir aðilar hafi nú þegar skipað einhverja eftirlitsaðila, hvort að ríkisendurskoðun sem stofnun Alþingis sé nú þegar að kanna þessi mál og komin að þessu borði. Nú get ég ekki svarað því, það verður nú að ræða það við forsætisnefnd þingsins sem hefur fyrir hönd þingsins stjórn varðandi ríkisendurskoðun en það vil líka hafa það í huga að ríkisendurskoðun, þetta voru einkafyrirtæki og ríkisendurskoðun hafði ekki endurskoðunarskyldu gagnvart einkafyrirtækjum eftir að bankarnir eru orðnir ríkisfyrirtæki, þá breytist þetta að því leyti að ríkisendurskoðun hefur meiri aðkoma að málefnum ríkisfyrirtækja heldur en einkafyrirtæki eins og við vitum. En ég tel mig hafa vitneskju það að þessir aðilar hafa ræðst við eins og gert var ráð fyrir í hugmyndum ríkissaksóknara til mín og ég staðfesti í þessu bréfi sem þingmaðurinn nefndi. En ég þekki ekki nákvæmlega hvað er eins og ég segi, ég tel almennt og bara endurtek það sem ég hef sagt að ég tel almennt að það eigi að vera opnari og meiri miðlun upplýsinga þessa þætti heldur en þótt að sé á vettvangi stjórnsýslunar. Og ég held að það sé lúti líka spurningu hv. þingmanns Jóns Magnússonar brot framkvæmdarvaldsins að það eigi að nálgast þetta, við fáum skýrslur, þingið fær skýrslur allar athuganir umboðsmanns Alþingis, það er hægt að ræða þar í þinginu. Mér finnst að það væri vel athugandi fyrir þingið þegar þingið er að velta fyrir sér rannsóknarskyldum sínum í þessu máli að fá skýrslur eins og það fær frá umboðsmanni Alþingis og frá fleiri aðilum til umræðu í þinginu og allir dómar eru gefnir út og þær liggja opnir fyrir og aðgangur eru opinn að réttarhöldum hér og við lítum á það sem mikilvægan öryggisþátt í okkar réttaríki en síðan þegar kemur á stjórnsýslunni eða bankakerfinu eða fjármálakerfinu þá allt í einu myndast einhver eða skattsvikum eða einhverju slíku, þá allt í einu slegin einhver varnarmúr þagnar í kringum málin. Er þetta það sem við teljum æskilegast? Akkur er þetta? Það er náttúrulega meðal annars vegna þess að þingið hefur samþykkt þessar reglur. Þannig að ef að þingmenn hafa áhuga að breyta þessu þá liggur það í hlutarins eða þeir hafa frumkvæða því og það kann að vera að það eigi að vera hluta þessu máli sem er rætt núna á vegum formanna þingsins eða flokkanna og forseta Alþingis að huga því að í þessu máli sé þá meiri opnun heldur en verið hefur. Ég ætla að gefa nefndarmönnum kost á að koma með eina spurningu eða tvær sem varða þetta frumvarp. Ef einhverjar spurningar brenna enn á mönnum í þessu sambandi, ég bendi samt á að við höfum tækifæri til að ræða þetta í þinginu innan fárra daga, væntanlega á fimmtudag. En við höfum náð að fara nokkuð ítarlega yfir þetta miðað við það að þetta er svona fyrsta athugun á málinu. En ef það eru beinskettar og stuttar spurningar varðandi þetta frumvarp þá ætla ég að gefa mönnum kost á að koma með þær núna en öðrum kosti þá ætla ég að gefa mönnum kost á að spyrja önnur mál því að við erum hér auðvitað með langan lista af málum sem ráðherra hefur
kynnt að hann muni leggja fyrir þingið í vetur. Einhver sem gefur sig fram varðandi... Já, það var komið þarna spurning frá háttvirtum þingmanni Sigurði Kára. Já, Sigurður Kári var þegar búinn að spyrja og kannski að við byrjum á því að ráðherra bregðist við því. Jón, ætlaðu þér að koma með saksóknarana? Ok. Varðandi þetta mál þarna öryggisráðstafanir og það er 7. kafli almennra hegningarlaga sem liggur undir. Allar ráðstafanir sem þar er fjallað hafa verið til athugunar hjá refsiréttarnefnd og það hafa verið mál upp eins og menn vita varðandi menn sem hafa, það hefur nú sérstaklega komið upp ef ég man rétt í sambandi við þá sem eru kenndir við barnanýðiskap og annað slíkt, hvaða eftirlit það, hvað gerist ef þeir fara úr fangelsum og svo framvegis og eins og hérna kemur fram að þá er talað vistunarúrræði á vegum heilbrigðisstofnana og félagsráðstofnana. Það verður að gera greinarmun á því sem er annars vegar refsivist og er á verksviði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og stofnana þess og hins vegar úrræðum sem er á vegum annara stofnana og sveitarfélaga eða annara ráðuneyta. Þannig að þetta mál fer inn á þetta og snertir þetta og verður vafalaust fróðlegt fyrir nefndarmenn að fara í gegnum það. Rafræna eftirlitið að það er gert ráð fyrir því að samkvæmt þeim hugmyndu sem eru uppi í frumvarpinu að það verði ákveðið af dómara með vísan til ákveðina skilyrða. Að dómari geti ákveðið þetta. Að það sé ekki lögreglan eða fangelsisyfirvöld heldur að það sé ákveðin dómara að menn verða að sæta þessu. Síðan er spurningin framkvæmdina og þar eru mismunandi aðferðir eftir löndum og það er tæknilegt úrlausnarefni. En hugmynd mín er sem sagt og nefndin refsiréttarnefnd hefur fjallað það að leggja þetta til að þetta komi hér inn í lög. Það er fyrsta skref og hvernig þetta verður útvært, það mun nefndina sjálfsögðu fjallum en okkar hugmynd er svo eða nefndarinnar sem hefur fjallað þetta að þetta verið dómari sem ákveði þetta. Við höfum náttúrulega þá sérstöku skipan hér að fangelsisyfirvöld ákveða með samfélagsþjónustu og það hefur reynst ákaflega vel þótt að þessi ýmsir þegar skoðun að dómendur ætti að ákveða það, þá er ég alls ekki að mæla með þeirri breytingu. Það kann að vera að það komi upp hugmyndir þegar maður fara að ræða þetta á öðrum vettvangi að kannski eigi þetta vera líka eitthvað stjórnsýslu ákvarðanir það að menn sætir rafræna eftirlit en það er ekki tillagan í þessu frumvarpi eins og það er núna. Ágúst Ólafur. Já, ég langar að spyrja varðandi heildarendurskoðun á vopnalögum. Þú boðar hérna ýmis nýmæli og telur þau nauðsynleg vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu. Það verður fróðlegt að heyra fyrir nefndina hver eru þessi helstu nýmæli og hvort þetta tengist einhvern hætti þær umræður sem hefur verið í samfélaginu notkun á rafbyssum og öðru slíku tækjum hjá lögreglu. Eða hvort það kom inn í lögreglulögin sem er líka hérna á listanum. Nei, það er ekki. Þetta tengist ekki því. Satt að segja þá hef ég ekki farið ofan í saumanna á frumvarpinu til þess að geta rætt einstök atriði í því hér og nú því að við sendum það, nefndin skilaði því og við sendum það til umsagnar. Það er mikill áhugi hjá mörgum áhugamönnum þetta mál og ég taldi eðlilegt að fá umsagnir frá þeim áður en ég færi að taka afstöðu til einstakra álitaefna. En þetta er ekki rafstuðtæki fyrir lögregluna, er ekki hluta þessu frumvarpi og það er álitaefni hvort að það þurfi lagabreytinga til þess að heimila lögregluna að taka slík tæki í notkun. Það er ekki endanleg niðurstaða mín er ekki svo að það þurfi lagabreytingu í því skyni. En það hafa verið breytingar á ýmsum þáttum varðandi þetta. Við höfum meðal annars gefið út evrópskan vopnapassa eins og kallað til þess að auðvelda mönnum að ferðast með vopn, sérstaklega þeim sem eru í skotkeppnum og annað slíkt. Okkar löggjöf hefur að ýmsu leyti dregið svolítið aftur úr þessu sviði, þannig frekar það og skilgreiningaratriði vopnategundir og annað slíkt sem menn eru með í einkaeign sem er að ræða í þessu. Þetta er nú ekki endilega það sem lítur að hinu opinberaða lögreglunni. Jón. Ég vildi gjarna spyrja varðandi það frumvarp sem talar þarna liðnúmer 12, frumvarp til lögreglulega.
og mér sýnist að það sé nú svona tiltölulega skammt á veg komið að semst undirbúningur þess að það svona á ákveðnu vinnslustigi. Það sem ég vildi leggja áherslu á að kæmi alveg ótvírætt inn varðandi þessa löggjöf, að það er það að reyna að tryggja öryggi lögreglumanna og löggæslumanna mun betur heldur en gert samkvæmt núverandi löggjöf, og það er jafnframt það sem ég tel mjög brýnt með við það í hvers konar þjóðfélagi við búum orðið í, að refsingar fyrir brot gagnvart lögreglumönnum verði hert til muna. Viltu bregðast við þessu? Já, ég alveg sammála þessu. Þetta þarf að vera skýrt í þessum lögum, og við fluttum nú breytingar hér og nefndin afgreiddi það á skynsaman hátt að þyngja refsingar við árásum á lögreglumenn. Það sem aðalatriði í þessu frumvarpi verður stækkun lögregluumdæmanna enn frekar. Við erum með 15 umdæmi núna, við erum að velta fyrir okkur að þau verði 7. Það verði algjör aðskilnaður á milli embættis lögreglustjóra og sýslumanna. Það verði gert ráð fyrir að lögreglumenn geti orðið lögreglustjórar. Það verði nýjar áherslur og ný skipan varðandi lögreglurannsóknir, og verkaskiptingu innan lögreglukerfisins verði betur mörkuð, auk þess sem inntakið í lögreglumannstarfinu verði betur skilgreint, og svara verið spurningum varðandi lögreglustörf annars vegar og öryggisþjónustur í rekstri einkaaðila hins vegar, og ýmis svona álítamál sem þessu hefur miðað talsvert. Það liggja fyrir umsagnir frá öllum sem ég taldi nauðsynlegt að leita umsagna hjá á fyrstu stigum málsins, og mikill samhljómur í þeim, þannig að þetta í sjálfu sér ekki flókið, en þetta getur að vera flókið þegar maður setjast niður og skrifa texta. Kolbrún? Já, mér langar til að beina aðeins sjónum að aðgerðum gegn mansali. Það eru í tveimur frumvörpum hér á þessu blaði frá ráðuneytinu minnst á mansal. Annars vegar númer 2, frumvörpið breytingar á almennum hegningarlögum, og hins vegar númer 10, frumvarp til laga breytingar á lögum útlendinga, þar sem verið talað um að fullgilda Evrópusamninginn aðgerðir gegn mansali. Þannig mig langar aðeins að spyrja bara samspilið þarna á milli þessara tveggja þátta, og sömuleiðis varðandi úrræði vegna stuðnings við fórnarlömb mansals. Ráðherrann hefur yfirlega bent mér á það að það sé í verkahring félagsmálaráðherra að mæla fyrir úrræði til stuðnings við fórnarlömb mansalsins, en ég hefði haldið að inn í Evrópusamningnum væru ákvæði sem að kæmu þá til kasta þessara nefndar að lögleiða. Mér langar til að fá aðeins að heyra frá ráðherranum þau efni. Síðan langar mig til að spyrja mál sem ekki á þessum lista, en nýverið þá gerist það hér á Alþingi að við felldum breytingartillögu fram í varðandi austurrísku leiðina, það er að segja að lögreglu verði heimilt að fjarlægja ofbeldismanna af heimili. Þessi nefnd ákvað að beina því til dómsmálaráðuneytisins og dómsmálaráðherra að gera sérstaka könnun á því hvort að slíkt úrræði væri þess eðlis að það ætti að leiða það í lög. Þannig mér langar að kanna reyndar hafi ráðuneytið eða ráðherra hafnaði að skoða það mál frekar og beindi því til nefndarinnar að skoða það. Þannig mér langar bara til að vita hvernig ráðherra hefur tekið þessari ábendingu allsherjarnefndar, verið að skoða möguleika á innleiðingu austurrísku leiðarinnar í ráðuneytinu eða ekki. Varðandi frumvarp númer 2, það finnst mér nú ekki ástæða til að fara í umræður það hér. Það var rætt hér í nefndinni og komið aftur til nefndarinnar, þannig að ég hef ekki verið að fjalla það hér. En samspil þess við 10? Já, það fullgilding á alþjóðasamningi og lögum það, og það sem sagt breytingarnar lúta því að það sé hægt að fullgilda samningin, það að breyta útlendingalögunum til að unnt sé að fullgilda þennan samning, og það farið yfir hann, samningin, lið fyrir lið, og skoðað hvað það sem við þurfum að breyta í okkar lögum til þess að við getum fullgilt samningin. Það það sem þetta snýst Og varðandi mansalið, að þá það svo að félagsmálaráðuneytið hefur farið af stað eins og ég taldi skynsamlegast að semja sérstaklega aðgerðar áætlun varðandi mansal, og ég veit ekki annað heldur en að sú vinna standi yfir og gangi vel eftir því sem ég best veit. Varðandi austurrísku leiðina,
að þá það sjálfsagt fyrir af hálfu ráðuneytisins að kanna það í samvinnu við þá sem hafa áhuga á því. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvar það stendur núna. Þetta svo nýafgreitt þetta mál og eins og menn sjá hér og sérstaklega núna upp á síðkastið þá hefur ráðuneytið verið önnum kafið við annað en þetta hefur ekkert verið lagt til hliðar nema síður sé. Þá ætla ég að gefa Ellert orðið og síðan Ágúst Ólafi. Ég ætla bara að minna á að tíminn styttist, þannig að við þurfum að hafa bæði spurningar og svör styttri en áður. Já. Björn, við höfum nú aðeins svona rætt áður mál nr. 7, það er sem sagt breytingar á lögum happdrætti. Það segir hérna í þessum athugasemdum sem við höfum fengið að það sé verið að ræða endurskoðun í ýmsum ákvæðum laganna til að koma í veg fyrir starfsemi happdrætta hér á landi sem ekki hafa fengið hér leyfi fyrir starfsemi sinni. Það ætti að virðist nú verið dálítið ankannalegt að þurfa að setja lög eitthvað sem ekki má og til þess að koma í veg fyrir það og er starfrækt. En ég hugsa ég nú skilji það væri hvað við átt en hefur þessi, að gefnu tilefni, hefur þessi nefnd sem þarna hefur verið að störfum skila tillögum breytingar á þessu og til þess að þú skýrir það bara í stuttu máli hvað er að tala Ég hef ekki fengið tillögu nefndarinnar. Nei, hún er ennþá á störfum. Þá er það Karl. Nei, Ágúst Ólafur ætlaði að koma inn á undan. Já, það var einn punktur sem ég glemdi, það líka lítur á máli sem er ekki á listanum. Það hefur svona heyrst í umræðinni undanfari misseri það hugsanlega standi til að auka heimildir svokallaða greiningadeildar hjá ríkislögreglustjóra. Þannig ég ætla að spyrja, getið þá skilað þannig að slíkt frumvarp eða skoðun er ekki hjá dómsmálaráðuneytinu og frumvarp þá ekki á leiðinni hvað það varðar og þessu tengt að menn líka rætt hvort þessi þörf á einhvers konar annars konar rannsóknardeild eða þjóðaröryggisdeild eða leyniþjónustu eða hvað maður vilja kalla það með lögbundum hætti hvort það sé þá ekki inn í myndinni að hálfur ráðherra hvað varðar allavega þennan þingvetur. Nei, það ber ekki að skilja það þannig. Hins vegar er þarna liðurinn frumvarp til lögreglulaga og eins og ég hef sagt og komið fram hjá mér að þá tel ég að það er að skoða þessi mál í heild sem hluta af endurskoðun lögreglulaga. Þá er það Karl. Mér langar að víkja aðeins að tveimur málum svona, aðeins bara eins og þarna máli nr. 3. Lögum kirkju, garða, greftur og líkbrennslu bara svona, þetta lætur nú ekki mikið yfir sér en minnir okkur á það að það þurfa náttúrulega að vera reglur í kringum þessi mál þegar andlát bera höndum, hvernig umbúnaður reglur er og lög og reglur og siðferði í kringum það. Það var ágætt að fá hérna einmitt heimsótt frá kirkjumálaráðuneytinu daginn þetta mál. En svo vil ég víkja máli sem Ellert koma hérna áðan og það er í sambandi við mál nr. 7. Sem er frumvarp til laga breyting á lögum happdrætti. Ég var nú svona kannski með bara annað augað opið þegar ég var að horfa á sjónvarpið daginn. En ég held að ég hefi séð auglýsingu frá erlendum aðila sem að var að auglýsa að menn ætti að taka þátt í sem sagt spilavíti á netinu. Svona í tengslum við þetta langar mig til að spyrja ráðherrann hvort þessi umræða eigi sér eitthvað stað í ráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu það sko hvort það sé hægt að stemma stigu við því að menn séu að spila peningaspil á netinu eða hvernig umræða er það í tengslum við þessi happdrætti og fjárhættuspil og annað og einnig þá eins og það að ef að rétt er að menn séu að auglýsa hvetja til þáttöku í fjárhættuspilum þó það sé á netinu, hvernig kemur það inn í þetta og eins það náttúrulega liggur frumvarp fyrir þinginu áfengisauglýsingar en það er þingmannamál. Já, þetta happdrættis frumvarp á einmitt að taka á öllum þessum álitaefnum sem háttvirtur þingmaður nefndi og mitt markmið hefur verið það að tryggja að fjármunir sem varið er í happdrættis spil eða hvernig sem það hvort sem það er á tölvum og netinu eða með kaup á happdrættismiðum eða lottómiðum að tryggja það að þessi fjármunir nýti sér innanlands og við teljum að það séu heimildir samkvæmt Evrópurétti
sem eru þess eðlis að með nýjum lögum happdrætti að þá getum við varið okkar landhelgi að þessu leyti ef ég má orða það svo. En við þurfum ný lög til þess og það hefur fallið dómur nýlega sem gekk út á það að mál sem var höfðað til þess að stemma stigu við, nú ég ekki með málsatviku nákvæmlega í kollinum, en stemma stigu við erlendri ásókn hingað á þennan markað að við hefðum ekki heimildir til þess að stöðva það. Þannig að lögin, ef að ég ræði ykkur það efni þeirra, þá munu þau taka á þessu. Sif ætlaði að spyrja næst. Já, þannig að fyrir því að taka umræðin ökklabönd að það stendur til að taka þau upp, en það er mitt koma ábendingu það inn í nefndina á sínu tíma og ég var með fyrirspurn í framhaldinu og ég man að ráðherra svaraði því frekar opið, þannig að það greinlega skila sér í ákvæðin hátt. Og svo vildi líka taka undir það sem ráðherra sagði vopnalögin, að það er meðal annars í þeirri endurskoðun verið að skoða þá sem að stunda skotíþróttir og það er okkar löggjöf langt að baki löggjöf annarra Norðurlanda og tefur fyrir framgangi þeirra íþróttar hér á landi. Það er stór hópur fólk sem að stundar skotíþróttir og þetta er mjög erfið íþrótt og sérstök. En mér langaði að spyrja tvennt. Það er annars vegar út í lið 5 framsal sakamanna. Hvort það sé í þessu frumvarpi eitthvað nýmæli. Nú höfum við verið að taka þau skref að einfalda framsal sakamanna meðal annars á milli Íslands og Eystrasaltsríkja, hvort það sé eitthvað nýtt í því sambandi. Og svo langar mig líka að spyrja í tilefni á orðum ráðherra að það veri hans mat að það þyrfti ekki lagabreytingar til að taka upp notkun rafbyssa hér á landi hjá lögreglunni. Og ég vil að því tilefni að taka undir það sem kom fram hjá Jóni Magnúsinni hérna áðan öryggi lögreglunar, að það er allt annar heimur sem við lifum í núna heldur en fyrir stuttu síðan og það kom mjög vel fram í góðri skýrslu sem að Ríkislögregluembættið tók sama fyrir stuttu síðan áhættu mat. Ber að skilja orður ráðherra sem svo að til stendur að taka upp rafbyssur á næstunni þar sem ekki þarf lagaheimild og þá er það væntanlega í höndum ráðherra að gera það. Eða var þetta bara svona lögfræðileg niðurstaða sem var komið hér á framfæri? Háttvirtur þingmaður, ég tel að þetta sé ekki svo. Ég vil hins vegar fá betri skoðun á því áður en ég segi meira og þarf að vita það betur. Ég tel að mín skoðun er svo að það þurfi ekki lagabreytingu. Ef að það er annara skoðun sem ég er að leita álit hjá að það þurfi þá er það eitthvað niðurstaða sem ég verð að skoða. Síðan hvernig þetta yrði gert ef að í það yrði ráðist að heimila lögreglunni að nota þessi tæki að þá eru ýmsar aðferðir til í því og ég sé alls ekki fyrir mér að það yrði almenn notkun á slíkum tækjum. Það yrði algjörlega binda það við ákveðin hóp manna og það er hægt að setja reglur það eins og háttvirtir þingmenn vita. Þannig að ég tel hins vegar að það sé mjög mikið íhugunarefni hvort að við séum ekki komin í þá stöðu að þetta skref verði að stíga en að sjálfsögðu er nauðsynlegt að vera alveg klára á lagaheimildunum þegar og ef skrefið er stíð. Nú það sem er verið að fjallum varðandi framsalsmálin að það er í 3 orðum fyrirkomulega framsalsmála einfaldað. Það er það sem er verið að tala hvað við viljum ganga langt er pólitískt matsatriði sem þarf að ræða hér. Það hafa komið fram sjónarmið og verða stundum upprópanir það að við séum allt og þunglamalegt kerfi í þessu. Við erum ekki með jafn þjált innan gæsalappa kerfi og er samkvæmt evrópsku handtökutilskipuninni til dæmis. Viljum við ganga svo langt að framselja íslenska ríkisborgara? Eða viljum við halda í þau lagaákvæði sem segja okkur sé bannað að framselja íslenska ríkisborgara? Eigum við að hafa þetta algjörlega gagnkvæmt eða hvernig eigum við að hafa þetta? Þannig að þetta er álitaefni sem við stöndum frammi fyrir þegar þessi máli fjalla. Það voru hér umræður var ekki á síðastlunni sumri að okkar framsalsreglu væri þannig að það veitti einhverjum mönnum skjól til að vera hér sem þeir hefði ekki annar staðar og þetta þurfum við alltaf að skoða. Þjóðfélagið hefur breyst og við þurfum að laga þessi ákvæði að breytingum í þjóðfélaginu eins og svo mörg önnur. Eru nefndarmenn með fleiri spurningar á þessu stigi? Ef svo er ekki þá ætlaði ég að gefa mönnum kost á að koma með örstutt loka orð ef þeir svo kjósa.
veit ekki, Sif, hvort að þú vilt ríða á vaðið. Já, ég vil nú þakka fyrir fundin. Það er spennandi að taka þátt í svona nýju fundaformi og væntanlega breytast þessu fundir eftir því sem við svona áttum okkur betur á þessu fundaformi en mér fannst sérstaklega mikilvægt að fá fram umræðina nýtt embætti saksóknara og tel að það muni þurfa mjög mikilvægt að skoðuna við hérna í nefndinni og ég vil fagna því að ég leyfi mér að tólka ráðherra sem svo að hann sé mjög opinn fyrir því að allir stjórnmálaflokkar komi að ráðningu nýs saksóknara af því það verða að ríkja mjög mikið traust það embætti. Þannig að ég vil leyfa mér að tólka orð ráðherra þannig og ég fagna því. Þá Jón. Já, ég vil líka þakka fyrir þennan fund og ég tel mjög mikilvægt að svona opnir fundi séu haldnir og ekki bara þegar að ráðherra kemur í heimsókn heldur sé það og verði starfsregla Alþingis að fundir starfsnefnda Alþingis séu opnir nema annað sé ákveðið. Og það liður í einmitt það sem að hæstv. Dómsmálaráðherra sagði að það liður í opinni stjórnsýslu sem ég tel að sé mjög mikilvægt að viðhafa. Nú varðandi embætti sérstaks saksóknara, ef að það verður niðurstaðan að skipa sérstakan saksóknara svo sem frumvarp dómsmálaráðherra eða það frumvarp sem í vinnslu gerir ráð fyrir, að þá legg ég áherslu á það að tek undir með hv. þingmanni Sif Friðleifsdóttur það að það verði sem víðtækust sátt það hver á að gegna því embætti og það verði semst að höfðu samráði við þá forystumenn allra þingflokka sem að lokum verði ráðið hver tekur það embættið að sér. Ég vísu alltaf undirstrika það að á þessu stigi málsins þá velti ég fyrir mér hvort hagkvæmar að stofna til embætti sérstaks saksóknar í þessum málum frekar en að styrkja það embætti sem þegar fyrir samkvæmt lögum og á að gegna þeim rannsóknarskildum sem þarna kveðið á og þá útbúa sérstök lög varðandi víðtækari heimildir til handa þess aðila. Þannig að ég fyrirvara hvað þetta varðar af því að ég tel að það skipti gríðarlegu máli að við höfum einsleitar rannsóknarheimildir og refsi framkvæmt í landinu óháð því hvað og hvernig hlutirnir gerast. Ég tel að það sé svona almennt heppilegri einmitt hvað varðar dómsmál og saksókn í málum í þjóðfélagi. Kolbrún. Já, takk. Ég tek undir þakki fyrir þennan fund. Ég hef nú verið þeirra skoðunar að þessir opni fundir hjálpi okkur að marka skilin á milli annars vegar Alþingis og hins vegar framkvæmdarvaldsins, það sé löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Og mér þykir þeir mikilvægir í því skyni að koma upplýsingum tiltekin mál til þjóðarinnar og fjölmiðla í þessu tilfelli líka. Ég hef hins vegar geld ákveðin varhug við því að þetta verður svo fréttamannafundir fyrir ráðherrana þar sem þeir eru með svona matseðilinn sinn, að kynna matseðilinn sinn fyrir okkur og þjóðinni. Þessi fundur hefur ekki verið þannig. Hann snerist þetta tiltekna mál, skipan sérstaks saksóknara og ég tel hafa komið hér fram mjög mikilsverðar upplýsingar sem að við þurfum að vinna með áfram hér í þessari nefnd. Nú tekið það fram að ég einungis varamaður eða Atla Gíslason hérna í nefndinni þannig að ég flyt skilaboðin áfram til hans. Það sem ég finnst vera mikilvægast af yfirlýsingu ráðherrans á fundinum þetta varðandi opnu stjórnsýsluna. Hann telji í þessum málum sem við nú erum að fjalla opna stjórnsýslu skipta verulegu máli. Ég held að við ættum að taka það hérna inn á borð þessara nefndar, taka þessi orð ráðherrans og tryggja það að nefndin í vinslu við þessi mál setji það fram einhverjar tillögur í þeim efnum að við tryggjum opna aðkomu að þeim stjórnsýslu ákvörðunum sem að varða þau mál sem við erum nú að fjalla og er svo mikilvægt að sé ekki lokuð inni á bakvið einhverjar luktardyr eða hjúpuð einhverjum leyndarhjúpi. Þannig að ég eins og ég segi held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir nefndina að hafa þetta nesti og að við getum þá líka í nefndinni áttað okkur á því að við höfum sjálfstæðan vilja sem við getum komið fram með og bætt við þær hugmyndir sem koma í frumvarpi ráðherrans. Ellert. Já, takk fyrir. Dómsmálaráðherra hefur lagt hér fram lista yfir þau frumvörp sem hann hyggst leggja fram á þinginu í vetur. Athyglin hefur beinst fyrst og fremst að aðalmálinu sem er lagasetning sérstakan saksóknara vegna þeirra atburða sem átt hafa sér stað.
Okkur getur kannski sýnst sitt hvað svona einstök orðalag eða ákvæði og agnúa sem að í þessu kunna felast, en ég held að aðalatriðið og niðurstaðan sé svo að nefndin hér er jákvæð að þetta sé gert svona fljótt og vel og það bindur vonum við það að það fái fljóta afgreiðslu. En í þessu sambandi legg ég auðvitað höfuðáherslu á það að þetta er bara einn liður í því rannsóknarferli sem að nú fer af stað varðandi þessi þá atburði síðustu vikna og það hremmingar allar. Þar erum að ræða víðtæka rannsókn langt út fyrir þessa sem forseti þingsins og forsvarsmenn flokkana munu standa að og ég held að það væri gott að þetta yrði afgreitt gegnum þingið með svona sama hraða og samtímis, þannig að það væri ljóst fyrir almenning og kjósendur hver vilji og viðleitni þingsins er. Ég held að það muni undirstrika gegnsæjar reglur og eindregin vilja alþingismanna og alþingis og ráðherra þá leið að allt sé, öllum steinum sé velt upp. Sigurður Kári. Ja, þakka fyrir. Ég vil eins og aðrir hér þakka dómsmálaráðherra og embættismönnum í dómsmálaráðuneytinu kærlega fyrir þennan fund og fyrir þá yfirferð sem við höfum fengið hérna, sérstaklega varðandi þetta frumvarp til laga með embætti sérstaks saksóknara. Þar eru þetta mörg atriði sem við munum taka til skoðunar hérna innan nefndarinnar, en ég tek undir með Ellert að það er bara mjög mikilvægt að þetta frumvarp sé komið fram. Það sem að mér finnst einna merkilegast í því frumvarpi eru þau ákvæði sem að dómsmálaráðherra gerði grein fyrir hér fyrir á fundinum uppljóstrara og mér finnst merkilegt að dómsmálaráðherra og dómsmálaráðuneytið séu með þessu frumvarpi að vinna brauðdreiðendastarf á Norðurlöndum hvað varðar slíka uppljóstrara sem að ættu að leiða til þess ég vona það að þau ákvæði leiði til þess að rannsókn þessara mála muni ganga betur en ella. Einhvers staðar las ég það nú og ég held frá Bandaríkjunum að í stærstu málum sem að þar hafa verið rannsókuð að þau hafi átt sér upphaf hjá einmitt uppljóstrurum eins og þeim sem að þetta frumvarp kveður á frekar en hjá þeim eftirlitsstofnunum sem að ætluðum að hafa eftirlit með starfsemi með fullri virðingu fyrir þeim. En ég held að þetta sé mjög mikilvægt tæki fyrir þá sem að vilja rannsaka hvort að lög hafi verið brotin í þjóðfélaginu, að þau komi fram í lögum. Ég vil síðan líka taka undir það sem að framkom hér hjá dómsmálaráðherra að ég tel að stjórnsýslumál eigi að vera jafn gagnsæ og önnur mál sem að eru til rannsóknar í samfélaginu. Og við höfum rætt það hér innan þessara nefndar og annar staðar að þannig eigi það að vera og tel að þetta sé nú allavega tilefni fyrir okkur hér á þinginu til þess að taka til umfjöllunar. Karl. Já, ég bara vil þakka eins og aðrir fyrir fundin og vona að hann hafi orðið til þess að svona þessi opni fundur að það svona verið varpa ljósi á störf nefndarinnar og það komi ljós hversu vítt svið hennar í raun og veru. Hún fjallar svo mikið bara, hvað maður segja, þá siði og reglur sem við höfum í samskiptum hvert við annað. Ég tek undir þetta sem Sigurður Kári var að segja áðan í sambandi við uppljóstrarana, en ég rekna nú með því að það verði sjálfsagt mikil umræða það og hvar mörkin eigi að vera, því það er mjög mikið, held ég, siðferðilega spurningar sem ríkis saksóknari þessi sérstakir saksóknari mun standa frammi fyrir þegar að menn vilja koma með upplýsingar hann að hversu mikilvægar þær eru og hvort það eigi að fría menn algjörlega frá því sem þeir hafa brotið af sér. Þetta verður náttúrulega bara í umræðunni eins og margt annað. Ég bara þakka fyrir. Ólöf, vilt þú? Ég ætla þá að þakka kærlega fyrir fundinn. Ef dómsmálaráðherra vill segja örfá orð að lokum, þá ætla ég að gefa honum kost á því. Ég þakka líka fyrir, þetta er mjög gagnlegt og
sérstaklega á þessum tímapunkt að koma með þetta mikilvæga mál á þessu stíði hingað og kynna það fyrir þingmönnum er liður í því sem ég hafði alltaf hugsað mér varðandi þetta frumvarp að fá tækifæri til að ræða það við fleiri heldur en aðeins stjórnarflokkana áður en það kæmi síðan hér inn í þingið. Og það hefur gefist og ég hef heyrt þessi sjónarmið varðandi það hvernig verður staðið að því að skipa þennan sérstaka mann, sérstaka saksóknara, að þá er það náttúrulega ábyrgðin að lokum hjá þeim sem situr í embætti dómsmálaráðherra. Þannig að hún verður aldrei frá honum tekin og lögin ger ekki ráð fyrir því og það hefur ekki komið fram það sjónarmið heldur hér. En að sjálfsögðu er allar ábendingar vel þegnar og ef að háttvirtir allsherjarnefndarmenn hafa nöfn á takteinum sem þeir telja hafinn yfir allan vafi í þessu og þá er ég fús til að taka við þeim. Ég þakka ykkur annars vel fyrir þennan góða fund. Þakka þér kærlega fyrir. Þetta búið að vera gagnlegur og góður fundur og ég segi fundi slitið.